Markaðurinn alls ekki mettaður, myndi ég segja, alls ekki. Ég held að lambakjötið sé bara í samkeppni við fuglakjötið og við nautakjötið og þetta náttúrulega bara spurning framsetningu og vöruþróun og hvað við erum að gera við vöruna, hvað við erum að selja mikið af henni. Og ég held að sé bara fullt pláss í viðbót fyrir aukna sölu á lambakjötið. Vinsælustu bitarnir náttúrulega hryggurinn, fillið og hryggnum og það en það náttúrulega virkilega gaman að taka eins slaginn og reyna svolítið að halda áfram með vöruþróun á bitana sem eru kannski seljast aðeins minna. Þetta góður punktur hjá Jóni. Staðan þannig í dag að við verðum að þora að taka slaginn, en það svo spurning hvaða taktík best að beita. Í þættinum í dag ætlum við að ræða markaðsmálin í lambakjöti og kynnast þeim hluta ferlisins nánar. Eins og framkom í síðasta þætti þá vill fólk borða lambakjöt. Enda afurð sem hefur fylgt okkur alla tíð og sómar sér einstaklega vel á diskum landsmanna. En til þess að varan haldi áfram að dafna þarf að sinna góðu markaðsstarfi. Gerum vöruna aðgengilega. Ef að kjúklingabændur myndu krefjast þess að hausirnar og lappirnar væru seldir með í pakkanum sem við kaupum kjúklingina á, þá myndu við örugglega selja þólengur minna kjúkling. Við alveg vissum það. Í dag erum við að fá súpukjöt þar sem það fullt af þverenda þykku síðuspiki með í pakkanum. Þetta truflar fólk. Við erum ekki að fá sporða og dálka og hausa með ísinu þegar við kaupum hana. Það bara búið að vinna þetta burtu og þeir notaði eitthvað annað. Það sama á að gera þegar lambakjötið boðið. Fyrir 20 ára síðan voru svína kjúklingabændur í djöfis vandræðum. Í dag hafa þeir ekki undan. Þetta hægt að gera þetta sama. Við eigum að nota alla þá markaði sem standa okkur til boða. Okkar sterkasti markaður eru þetta Íslendingar á Íslandi, heimamarkaðurinn okkar. Síðan hefur komið til okkar markaður sem eru erlendu ferðamennirnir og sem að getur verið verulega góðu markaður og við erum að vinna af öllu afli á þeim markaði og erum að ná verulega góðum árangri þar. En það auðvitað þannig að lamb ekki bara lamb, það samsett úr óteljandi mismunandi afurðum. Sumar ganga mjög vel. Við getum líklega selt miklu fleiri hryggi heldur en við gerum núna, en svo eru aðrir hlutar þar sem að ekki hefur gengið jafnvel. En við finnum stundum markaði fyrir þessa hluta í útlöndum og þegar við framleiðum eitt hrygg þá fáum við hausa og læri og frambarta og innmat og alls konar afurðir og við þurfum að finna þetta markaði fyrir hverju eina afurð. Þannig ég held að eina vitræna leiðin í þessu að vera með sambland innanlandsmarkaðar, ferðamannamarkaðar og síðan útflutning. Til þess að ná sem bestum árangri á öllum þessum mörkuðum þurfum við að gera út á okkar íslensku sérstöðu og jafnvel ganga lengra og skapa svæðisbundna sérstöðu eftir landshlutum. Ég held að lögmál kapitalismans eigi alveg í landbúinu og annars staðar. Það að segja að góður bóndi með góða vöru, hann fær meira fyrir vöruna og selur meira af henni. Þórarinn veltir fyrir sér hvort það geti verið að fækkun sláturhúsanna sé orsökin fyrir því að vöruþróun sé ekki meiri. Að hans mati eru stóru afurðastöðvarnar ekki að leita nýrra lausna, heldur hjakkast áfram í sama farinu. Hann vill meina að ef við hefðum fleiri sláturhús væri sérhæfingin meiri. Það myndi stuðla að meiri samkeppni og fjölbreyttara vöruúrvali. Akkur þurfti Costco að koma til Íslands til að við höfum fengið kótalötu svo þykkari. Akkur gátu ekki neytendur og aðrir byggðumönd. Akkur eru ekki alveg samkeppni milli sláturhúsanna. Það er eitthvað að. Það er allt og langt á milli bónda og svo þess sem að fara að borða matinn. Lítil sláturhús sem var bara eigu bænda eins og var hérna í gamla daga, sem væri þá bara með sérstöðu. Ég ætla bara að segja, ég er bara að selja hérna breiðaferðar lambakjöt sem að lifir á þangi, hvernig í fjöruna sér í þangi eða getur hvönni eða whatever skiluru. Þetta er bara eitthvað sem er vermiða. Þórarinn bendir á dæmi þar sem sérhæfing sem þessi hefur gengið upp og vísar þá í brugghúsin. Þetta er að gerast hefur. Hver er að trúa því? Fyrir 10 árum síðan þá var allir að drekka eitthvað úr einhverjum smá brugghúsum á Árskógsströnd og hver er að trúa þessu? Það eru 10-15 brugghús á Íslandi sem er að selja rándýran premium bjór. Þannig eru pínulítið brugghús að framleiða frábæra vöru inn á þröngan hóp. Akkur er ekki pínulítið sláturhús að framleiða frábæra vöru inn á lítinn hóp. Þetta á að vera okkar stílstjóri. Þórarinn telur að þetta sé rétta leiðin til að skapa vörunni meiri sérstöðu. Hann vill sjá kjötiðnaðar fólk með ástríðu fyrir góðri vöru gera eitthvað nýtt og spennandi, því að hans mati er sá eiginleiki ekki til staðar í stóru afurðastöðunum. Þú gerir það að þú kaupir vín, þú kaupir ekki ítalsk vín, þú kaupir vín frá okkur ákveðnu hérað Ítalíu, þú ætlar að reyta Toskana vín eða hvað sem meðskilur. Þetta áður allt annað sem við kaupum. Akkur að þetta ekki vegum með kjötu. Mér finnst fólk ætti aðeins að hugsa
hvaða kjöt ég að borða? Lambið frá Höllu alveg tjúlaslega gott. Það dýrara heldur en kannski eitthvað no-name lamb sem hún færð í Bónus, sem að Bónus kaupir á engu verði. Já, en þetta 2 ólíka vörur. Akkur þá bara ekki að leggja pening í þetta geggjaða lamb, skilurðu? Og þú veist, þú færð bara geggjaða steik eða æðislega kjötsúpu eða hvað sem þú ert að elda. Í staðinn fyrir að kaupa bara eitthvað, eða kaupa erlent kjöt sem þú veist bara ekkert og veist ekkert aðbúnað dýra og ekki neitt. Ég held að sé ekki of mikið af kjöti, en ég held að við getum kannski bara pínu skoðað hvernig erum við að nýta kjöt, þú veist. Kjöt ekki bara kjöt, þú átt að njóta þess að borða það, þetta frábær vara. En kauftu þá líka góða vöru, þú veist, gerðu vel við þig. Það má segja að veitingahús séu stór partur af því að við séum að færast í átt að þessari sérstöðu. Neytendur virðast heillast af því að fá að vita hvaðan maturinn kemur. Eins og hérna fram í sal þá förum við kokkarnir eiginlega með alla diska okkar förum við fram í sal til gestana og svona sósum við diskinn og kynnum réttinn og þá segjum við hvaðan lambakjötið til það, og það mjög gott í þessu tilfelli, þannig getum við bara stoltir sagt þessa sögu okkar að við séum að kaupa þetta lambakjöt frá Vopnafirði og þetta sé frá Burstafelli eða Bakka, Hjartarstöðum, þetta eru bæir sem við verslum við og erum með hágæða kjöt og þetta finnst eins og sérstaklega eins útlendingum okkar mjög sérstakt og gaman að heyra og þannig getum við sagt sögu frá þessum bæjum og við þekkjum Bragi bóndinn á Burstafelli, við þekkjum til þar, Ísland lítið þannig við getum nálgast miklu meira allt þetta. Þannig að ég veit hvað fjöllin heita þarna og hvað það ganga sko. Við getum sagt þetta allt í kúnan sem mjög skemmtilegt. Ég held að þetta sé alveg svona það sérstök vara hér á Íslandi að við getum hæpa hana miklu meira upp bæði fyrir Íslandinga og ekki síst fyrir ferðamenn. Ég held að það eftir að auka virði vörunar ef við tengjum það við okkur. Að taka ræturnar með inn í þetta. Við eigum alveg fullt af bæði verkunar og geymsluaðferðum sem við getum nýtt á lambakjöt eða nautakjöt eða whatever sko. Þegar við byrjum að sela skanka fyrir ekkert mörgum ára síðan, 5-6 ára síðan, þá var þetta vara sem var vandræðavara. Hún var endur sögunni í súpukjöt. Í dag slegist þessa skanka, við alla fáum skanka fyrir okkur. Þannig að já, þarna til þess að veit eitthvað búið að í þessu tilviki búið að ryðja veginn. Ég held sé mikið meira af svona hlutum til. Við erum núna með þetta pulled lamb sem kemur stað fyrir svínakjötið og enginn finnur bragðmun á. Þarna þetta svona erfiði bitar sem búið að tæta niður og gera fína afurðir. Ég held þessi hellingur af svona matarholum til. Það virðist vera mikil bjartsýni hjá fagfólki í matreiðslugeiranum. Við ræddum við eiganda Lamb Street Food sem segir lambakjötið vera vöru á uppleið. Það eru ábyggilega nokkri þættir, kannski hrunið, þá fór fólk að fókusa meira á eigið hráefni og slow food menningin svona fór svolítið að róta sig hérna og síðan kemur líka bara þessi heilsutrend sem að kemur á móti og meðvitund fólk uppruna matars og maður bara talar matarins og talar hvaðan kemur kjötið og svo þetta bara eins og hjá markaðsráði kindakjöts að þeir hafa svona einhvern veginn stilt fókusur rosa rétt. Þannig að ég held að þeir eru búin að vera búa til svona jarðveginn, svona gæða jarðveginn lífi og svo auðvitað taka allir þessi veitingahúsin og allir þessi kokkar, frábæri kokkar og velmenntaða fólk það tekur þetta upp þráðinn þarna og líka þessi trendir sem í kringum okkur. Á heimsvísu þetta mjög svona fágætt, þetta mjög svona lítill stofn en við erum með þetta algjöru sérflokki, þetta bara náttúrulegt, þetta bara svona villibráð sem upp á fjalli og bíta gras og jurtir og drekka vatni sem við drekkum allt þetta sko og það skilja sér þetta í gæðum á kjötinu þannig við eigum ekkert að selja ykkur eitthvað ódýrt, við eigum að selja þetta bara dýrt og við eigum að vanda okkur að gera vel og líta á þetta með þeim augum sem þetta bara algjört gúmmulæfi, þetta bara frábær matur ég held að fólki bara hugsa meira í þessa átt það þetta fullt af fyrirtækjum í dag að gera góða hluti, það þetta mikið af frumkvöðlum og þetta er svolítið að poppa einhvern veginn, þetta er svolítið að gerast núna.